venjulegu dagur, ég held að sé allir á Íslandi að bíða eftir landsleiknum sem byrja núna klukkan 6. Kannski ekki allir á Íslandi, ég myndi segja svona góð 90%. Sjálfur ég að deyja á stressi, en veit ekki með kollega minn Sverrir Þór Sverrisson, eða Sveppa Krull. Sveppi, hvernig er stemmingin í þér? Hún er bara fín. Þið er lítið leðilega. Nei, ég er mjög spenntur. Já, þetta er, málið er, ég twittaði nú það fyrir í dag. Já. Þetta minnir mig á, þegar Manchester United var að spila í úrslitaleiknum í meistaradeildinni. Já, móti bæði í Munjan. Nei, Þeir töpuðu. Barcelona og töpuðu bæði í London og töpuðu í Róm. En það er annar mál. Vonum að fara betur fyrir íslenska landsliðinu, eða betur hjá íslenska landsliðinu. En það er bara, frá því ég vaknaði morgun, þá er þetta eina sem ég er búin að hugsa og ég er ekki að fýblast. Það er bara, ef ég reynir svona, veist eins og áðan ég fór í ræktina, reyna svona að gleyma þessu, ég er alltaf að hugsa um leikinn. En svo núna, ég er að hugsa um leikinn. Ég er að tala um leikinn. Og eftir, þegar ég sitt laga á að byrja að hugsa, ok, hvernig ætla leikurinn byrja, ætla við pressum með það. Þetta er bara, ég er að deyja úr stressi. Já, en þarna kemur í ljós, hvað er mikið af þér. Nú. Þegar þú þarft að fara í ræktina til þess að gleyma leiknum í kvöld. Já, líka bara til að þú veist. Dreifa huganum með það. Nei, það er líka bara gott, eins og veist sjálfur, það mæti hérna á mótnana, undirbýð þáttinn, ef ég væri hérna allan daginn, það er gott að fara aðeins og hreyfa sig og koma ferskur aftur í útvarpi. Þannig að það munar, þannig að þetta er ekki bara út af leiknum. Nei. Ég veit til dæmis að kona mín, henni er drullusama. Nei, í alvörunni? Já. Ætlar hún ekki, hún horfi nú á leikinn? Nei. Í alvöru, heldur Íris ætla ekki að horfa á leikinn? Nei. Jú, það horfa allir á hann leik. Íris er ekki að fara að horfa. Er þetta bara ég sem er svona bilaður eða? Nei, ég hef ekki eftir að vera allir að fara að horfa á þetta. Ég er að fara að horfa á leikinn heima og Ingvar bróðir og mamma og pappi og börni mín, Bergþór og Þórdís. Þau eru náttúrulega bara börn, þau veit ekki. Það er bara, fótbolti, gaman, pizza, eitthvað. Þannig að þau eru bara með. Svo náttúrulega sinnaðs Ingvar, þeir eru fullorðnir, þannig séð, hafa vita á þessu og vilja horfa. Hvað eru sinnaðs Ingvars gamlir? Það er 19 og... Er hann orðinn 19 ára? Ingvar er að verða afi bara. Já, ég man nefnilega þeir voru í 70 mínútum. Já. Hvað var hann, 6? Já, þá vorum við að nota Viktor í falda myndavél, þá var hann 5 ára. 5 ára? Hann er 19 ára í dag? Já, miklu stærri en ég og djúbrataður og sterkari og allt. Ég fæ í magan. Já, ok. En við erum öll að fara að horfa á leikinn heima. Já. Og ég veit að Íris er nákvæmlega sama hvað mun gerast í þessum leik. Það finnst mér skrítið. Bara svona upp á þjóðarstolti og svona, hún lítur að vilja að við vinnum. Jú, veist, hún veit ekkert hvað þetta snýst, Fótbolti? Nei. Jú. Nei. Ég hef reynd að útskýra fyrir henni til dæmis handbolta og fótbolta. Já. Og það er eins og að tala við hundasúru. Já, ok. Það er engin skilningur. Nei. Við höfum farið á leik. Og svo líka, þegar konan hundasúru er annars sammeðanlegt. Já. Það er þetta að geta bæði. Já, það er þetta að geta. Og það er svo, hvað það er. Og svo hef ég farið með hann á fótbollaleik. Já. Við fórum saman á Chelsea, Man United. Já, stórleikur. Á geðveikan leik. Já. Og hún var allan tíman að trufla mig. Bara, finnur þau grillikt hérna? Ég alveg, það finnur það eins og sé grillikt hérna. Ég bara, já, ok. Bara horfðu upp í skýr eitthvað? Já, og svo var hann alveg, vá, ef þú kíkir yfir hérna stúkuna, sér hvað eru margir í fjólublári peysu. Ég var bara, hvað er aðeins maður? Þú átt ekki að vera hérna, þá á einhver annar að vera hérna. Já, ég veit eitt sem að það geta að vera hérna. Já, þannig að hún er ekki að pæla í þessu. Nei, ok. En ég viðurkenni það, hjartað í mér slær aðeins örar núna nær sem dregur leik, Já, af því að ég veit, ég ger mig grein fyrir mikilvægi leiksins. Já. Og það er einhvern veginn allir onnit og það er alveg sama hvaða miðil þú ferð inn og það er allstað að vera að fjalla landsleikina. Maður fær ekkert að gleyma hún. Nei, en ég er samt búinn að tvítryggja mig. Nú? Ég tippaði á Noreg. Á Betsson. Ekta þú. Ég fór og veðjaði 100 skalli á að Ísland myndi tapa 2-0. Ég veit myndir aldrei veðja 100 skalli, þannig að hann fór þessi ógeðslega líðin. Myndir kannski setja 5 skall og setja einhverja fleiri leiki með, þannig myndir vinna stærra. Já, en ég held að Noregur eftir að taka þetta 2-0. Hættu þessu, Sverris, í alvörunni. Ekki hættu þessu bara. Ég held það bara. Heldur í alvörunni að Noregur vinni? Já. Ná. Þú ert ekki hrættur en að þú heldur það bara? Já, ég er hrættur en það. Já. Ég er hrættur um að Noregur er þetta. Málið er Ísland með betra lið heldur en Noregur í dag. Það er staðrind. Við erum með betri fótboltamenn. En það er náttúrulega svo gríðarlega mikið undir að maður verður bara að vona. Svo náttúrulega er þetta heima Noregs. Þeir eru ekkert ólíklegri en Noregur. Nei, og líka það, þeir hafa enga tapa, en það skiptir engu máli.
Það enginn að fara í innan leik til að tapa eða gera ekki sitt besta. Það einmitt það sem við erum að vona að gerist í Sviss líka. Ef að Sviss vinnur Slóveníu, þá skiptir þessi leikur engu máli. En þeir eru spilaðar á sama tíma, þannig að maður verður að deyja og stressa allan leikinn. Ég tippa á Slóveníu þar. Þetta er svo leðilega. Nei, ég er að segja, skilur við. Ég held að þessar væntingar okkar Brasilíu eftir að hrynja í kvöld. Já, ég vona að hafi rangt fyrir þér. Ég veistu að, shit, hvað ég vona að ég hafi rangt fyrir mig líka. Ég held svo með Íslandi. Já, gott. Ég er alveg brjálæðislega spenntur fyrir þessum leik. Já. Ég elska Ísland. Já. Og ég mun fagna hverju einasta. Ég veit, væri líka gaman að sjá Gutta setja eitt í kvöld. Gutta fetta? Já. Já. Ég er að vona að vera saman að byrjunlega. Já, ég held nefnilega sko ef einhver tíman að Eiður geti komið sterkur inn, þá væri það núna. Hann er hókin að reynslu. Já, líka einhvern veginn alltaf þegar einhver er búin að missa trú á honum að þá stígur hann alltaf upp maður. Já, hann gerir það sko. Og hann er í fína formi og góður í síðasta leik. Já, tóð formi líka eftir að raka þessi skeggi, hann yngdist 5 ár. Og hann að gera með þetta skegg, maður. Hvað er það maður? Ég sér mig. Já, þú vilt vera svona. Ég vill vera ógísluður, láttu mig vera. Já, við erum með fanta fínan þátt fyrir ykkur hérna kæru hlustendur. Hann verður nú kannski stittra þeim. Ég þarf að fara reyndar, ég þarf að vera annars þar 20 minútur í 6. Þessi þáttur verður til 25 minútur í 6. Við förum hérna rúmlega 5:30 því að við ætlum að bruna sjálfur og fara að horfa á leikinn. En það verður allir komnir fyrir fram á sjónvarpið þá. Hvað er alltaf að horfa á hann? Ég ætla að horfa á hann á Players í Kópavogi, í kórónum. Sem að setjast þar á The Table sem við horfum á United-leikina. Setja Gumma Bena á bylgjunni og horfa á þetta rúð. Já, það er spennandi að vita hvert fólk er að fara að horfa á leikinn. Já, ég hugsa að séu margir með svona heimapartí í kvöld. Já. Heldur að verði eitthvað svona þjóðhátíðarstemming í kvöld í bænum með vinnum. Sko, fyrir mér líður eins og við séum að keppa í úrslitum í Eurovision. Já. Það er pínu Eurovision stemming á Íslandi. Það er þannig. Og það er bara október. Já. Og reyndar, fínasta veður. Búið gott veður núna bara síkast. Já, veist það, og ekki nóg með það. Það er búið að spá fanta norðurljósum í kvöld. Segðu, þá með þess að slökka okkur ljósum hérna allan bara. Þetta verður klikka kvöld. Kann þetta þessi stúlka? Já, þjóðin var spenntur í leiknum í kvöld. Já. Eðlilega, Auðun Blöndal er sveittur á skallanum. Það verður það í allan dag. Það er ekki svo slengt, en stressaður er ég. Stressaður? Já, svona spenntur bara. Þú ert mjög spenntur fyrir einhverju svona dressi. Já, þetta er maður, ég er mikill fótboltunnandi. Ég neita því ekki. Ef að þú mætti velja, hvort myndur þú vilja að United myndi vinna meistaradeildina? Núna í vor? Núna. Eða Ísland kemist í umspil í HM? Ói, bara ekki spyrja þessu. Ef þú yrði, þú veist bara... Það er ekki hægt að svara svona spurningu. Það er hægt að svara öllum spurningu? Þetta er bara, sem sagt, nei, þetta er... Hvort myndur þú, ef það væri bara byssa á... Að Ísland færi í umspil eða færi á HM? Nei, bara í umspil. Eða United myndi vinna meistaradeildina. Ói, maður, þetta er bara Kåre Svalari, Bon Jovi eða Steven Seagal, maður. Þetta er erfið spurning. Ég kastaði fram einhverju smá spurning og þú bara, fuck. Ég veit að ég get ekki svarað þessu. Ég myndi alltaf velja, ef spurningi var Ísland á HM eða United vinna meistaradeildina, myndi ég alltaf velja Ísland á HM. Alveg staðfast. Já, en hitt er... Þú myndir bara velja að United myndi vinna? Nei, ég held ég myndi velja Ísland. Það komist í umspil? Það hefur aldrei gerst áður og það væri bara... Ég held, ef ég er alveg hinskilin, þá held ég myndi freka velja Ísland í umspil. Já, það væri samt svo rosalegt í mæ. Lyfta meistaradeildinni. Þetta er erfið spurning. Góð spurning. Mjög erfið. Það er svo mikið fávit út af alveg bara, já, shit, hvað er erfið spurning. Já, ég fór að hugsa þetta alveg bara... Já, ég meina, þetta er bara eins og að spyrja mig, hvort myndur þú vilja að sonin myndur missa 3 putta eða Ísland myndur komast á HM? Nei, fjandinn. Ég myndi fórna 3 puttum leið. Aldrei. Ekki eins og svona ljúa þig hérna. Hann er með 10 putta. Já, ok, það er með 7 eftir þá og við á HM. Alla daga. Þú myndir þá alltaf að bjóða honum með. Já. Taka hann með til Brasilíu. Kaupa hann honum, lúfu. Já, en, jú, segð mér það, ég hugsa að ég myndi freka velja Ísland. Er þetta ennþá að pæla í þessu? Já, þetta var góð spurning hér. Mjög erfið. Mjög erfið spurning. Já, en... Það er United líka, þú ert náttúrulega fættur í Manchester, eða ekki? Nei. Nei? Ertu að gera lítið um mig núna? Hvernig fannst þú það út? Nei, ég er ekki fættur þar, það er alveg rétt ég er. Nei, en þú ert rætur og reykjandi í Manchester, ættir. Nei. Bretlands. Nei, það er ekki heldur. Ekki neitt heldur, þannig að það er engin tengsl við England. Jú, bara liðið mitt. Já, bara því að þú ákvæmt að halda með því sem krakki.
Já. Já, ok, frábært. Við ætlum nú í slúður núna, en já, ég að spája að bíða bara með slúður. Já, við þurfum að fara í auglýsingar fyrst. Við skuldum auglýsingar og nú kortir yfir. Þannig að við tökum bara slúðrið hér strax eftir auglýsingar. Svo ætlum við líka að hringja jafnvel í einhvern landsliðsmann því að það var verið að selja silfurmedalíu. Já, hvað er að gerast, maður? Það þarf að kanna þetta svo. Já, við hefum ekki farað hans yfir það líka hérna eftir. Alveg hygglust. Og eins og ég sagði, hringi einhvern landsliðsmann. Landsbankinn og B.O.K. kynna Eldhúspartí FM 957. Stórkostleg tónlistarveisla í stúdendakjallaranum á Háskólatorgi. Næsta eldhúspartí fer fram 5. 17. október. Framkoma Úlfur CCA Kaleo og Dikta. Sérstakur gestur kvöldsins Kött Grá P. Heppnir hlustendur FM 957 geta nælt sér í borð fyrir 4 með veglegum veitingum bæði í fljótandi og föstu formi. Upplifðu alvöru eldhúspartí með FM 957 í stúdendakjallaranum í samvinnu við Landsbankann og B.O.K. Segjum tilbumannum stríð á hendur. Með ljúffengri blöndu af vítamínum, steinefnum og söltum. B.O.K. Ávallt síðasti sopinn. 2 fyrir 1 í bíó fyrir félaga í námunni. Landsbankinn. Reykja vodka kynnir. Útgáfutónleikar Vök, 5. 17. október á Keks Hostel. Húsið opnar klukkan 8:30. Miðasala hafin á miði.is. Höfum það gott í október. Special K 99 krónur, Toffee Crisp 99 krónur, Mentos Gum 199 krónur, Jamaica orkudrykkur 129 krónur. 10.11, fljótlegt og þægilegt. Kolbrún Björnsdóttir snýr aftur á skjái landsmanna í nýjum spjallþætti á Stöð 2. Kolla, fyrsti þáttur miðvikudag á Stöð 2 klukkan 20:25. Tryggður áskrift í síma 5 12 51 eða bara inn á stöð2.is. Stöð 2, margfalt skemmtilegri. Biljardbarinn Faxafinni. Opið núna. Biljardbarinn Faxafinni. Ótakmarkaða mínútur og SMS óháð kerfi ásamt 1000 megabætum á 4990. Alterna. Noreg og Ísland í beinni og 5 Carlsberg í fötu á 1500 kall. Players, Búðarkór Kópavogi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. FM. Topp tónlistarstöðin. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. Snjalla Miley Cyrus. En það komið að slúri hjá okkur Auðunni Blöndal. Já, það er búið svo mikið að ræða hér. Við erum búin að ræða svo mikið landsleikinn að við bara komist ekki í slúrið á hann. Og ég með nafnilega fínan pakkandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Og ætla ég að byrja á hinum eitursvala John Bon Jovi. John Bon Jovi? Já, hann var með tónleika í Vegas núna helgina sem að væri nú ekki frásögu fænandir nema að það voru það var ástralskt par að gifta sig í Vegas. Já. Og konan er víst konan sem var að gifta sig er einhver mesti John Bon Jovi aðdáandi sem finnst bara. Já. Og var sem sagt búin að setja af stað svona Facebook síðu þar sem að hún var að reyna að fá flesta til að læka það að John Bon Jovi myndi labba með hana að altarinu. Já, ok. Og svona gefa hana, kallar maður það ekki. Já, já. Og herru, þetta bara fór allt saman í gegn og John Bon Jovi mætti óvænt og labbaði með hana að altarinu eftir tónleikana. Og þetta var í sömu, þau sem sagt fóru að það til Vegas til að gifta sig, því að þau vildi gifta sig í sömu kirkju og John Bon Jovi gifti sig. Þannig að John Bon Jovi giftist konunni sinni Dórotheu árið 1989 í þessari kirkju í Vegas. Þannig að ég segði að John Bon Jovi því líkur toppnáingi maður. Þetta er flott hjá hann. Já, þannig að hann bara eftir tónleika mætti þarna og labbaði með hann altarinn. Stay true to the fans. Já, það er gaman að menn geta gert svona. Þeir eldheita aðdáendur. Þetta selur diska og
Já, sér það, við erum að fjalla þetta hérna í FM 95 blöð. Hann veit alveg hvað hann að gera. Já. Ég held reyndar að Jon Bon Jovi sé svona genuine góðu gaur. Já, ég að skoða mynda honum á netinu og ég var alveg til að hann var í pabbi minn. Já, hann huggulegur og... Mega spaði, sko. Já, og maður lesa aldrei neitt vesen á hann. Nei, það aldrei eitthvað Jon Bon Jovi tekinn með buxurnar á hælagun og kókain í nefinu, sko. Nei, maður eða keyra bíl fullur, eða... Já, eða fytla við hundarnetun eða eitthvað svoleiðis. Já. Það aldrei. Það lítið það. Já, þetta toppnáðingi. Já. What a man! Endur hann í miklu uppáldi. Já, herðu, veistu það, oftast fær bara Arnar Gunnlaugs þetta, en þegar við erum að tala Jon Bon Jovi... Hann á skilið eitt svona. Já, kallið mér. En svo ég með meira slúður og þetta eiginlega, sko, ég verði eiginlega að lesa þetta bréf. Anthony Hopkins, sem sennilega eitt besti bara leikari sem uppöfrið. Já, einn af þeim. Hann einn af þeim. Já, hann frábær. Og hefur nú unnið Óskarsverðlaun og fleiri verðlaun. Já, ég sé það, ég sá hann á Íslandi þegar hann var hérna. Já. Ok, hvernig leit hann út? Hann var alveg eins og Anthony Hopkins. Nei, það var mjög fyndið. Þeir voru í tökum hérna bara fyrir neðan Landspítalann í Fossvoginum. Þar var verið að taka upp hérna einhverja bíómynd og Johnny Givinum var að vinna í myndinni og við máttum koma á tökustaf. Mér fannst það ógeðslega asnalegt, skilur, en ég ákvað að brjóta smá odd á aflæti mínu og fór þarna niður til. Mér hefði ekki fundist það. Nei, þér hefði fundist það frá, þú hefði talað við hann. Ég stóð bara og var að horfa á eitthvað skjá, svo allt í henni kemur bara röltandi út úr runnanum bara Anthony Hopkins. Sir Anthony Hopkins. Já, bara úr einhverjum runna fyrir neðan Landspítalann í Fossvogi. Þetta var svo absúrt. Kallaði hann eitthvað, hey Anthony? Já, hann kallaði eitthvað, hey yo. En alltaf, þá var Anthony Hopkins, hann tók Breaking Bad marathon á dögunum og ekki nóg með það, hann horfði á allar seríurnar á stuttum tíma og hann var svo gríðarlega ánægður með þetta sjónvarpsefni að honum fannst hann bara tilneyddur að senda Bryan Cranston sem leikur einmitt Walter White í Breaking Bad og honum fannst hann verða að senda honum bréf og nú þetta bréf komið fyrir almenning. Það var einhver í seríunni sem að laga þessu á netið og á ég lesa fyrir þetta bréfið. Þetta ekkert langt en þetta á ensku reyndar. Hérna kemur það bara: Dear Mr. Cranston, I've just finished a marathon of watching Breaking Bad. Allt með stórum stöðum í Breaking Bad. I have never watched anything like it. Brilliant, upprópunarmerki. Your performance as Walter White was the best acting I have ever seen, ever. I know there is so much smoke blowing and sickening in this business, and I've sort of lost belief in anything, really. But this work of yours is spectacular, absolutely stunning. What is extraordinary is the sheer power of everyone in the entire production. What was it, 5 or 6 years in the making? How the producers, yourself being one of them, the writers, directors, cinematographers, every department, casting, etc., managed to keep the discipline and control from beginning to the end. That is overused word. Awesome. So in the login, you and all the cast are the best actors I've ever seen. That may sound like a good lungful of smoke blowing, but it's not. It's almost midnight out here in Malibu, and I felt compelled to write this email. Congratulations and my deepest respect. You are truly a great, great actor. Best regards, Tony Hopkins. Tony Ho! Þetta spáði að fá svona bréf, maður. Þetta, þegar ég las þetta bara ég fekk gæsa. Þetta bara, veist, instead of Oscar. Já, ég myndi freka vilja svona bréf frá Anthony Hopkins heldur en Oscarinn, sko. Hann getur náttúrulega ekki unni Oscar fyrir sjónvarpsþætti, þannig. Nei. Fengu Emmy velunin núna, Breaking Bad. Þetta er flott. Þetta ítir ennþá meira undir það að ég ætla að fara að horfa á þetta. Já, ertu ekki búin að sjá þetta? Nei. Síðast, sko, málið allar seríurnar eru geggjar. Já. En það að mínu mati, fyrir, þú veist, að því að sömu eins og Mæju systir fannst fyrsta serían róleg, hún bara svo flott samt, sko. Já, hún vel gerð, sko. Ég er búin að sjá fyrstu serían. Já, þetta er allt þess virði til þess að sjá síðustu seríuna, því að síðasta serían að Breaking Bad er besta sjónvarpsefni sem ég sé. Það er bara staðfest. Og ég hef hort á ansi mikið sjónvarp. Ég ætla að hlakka til. Ég hlakka til. Ég ætla ekki að hlakka til. Svo það hérna í lokin. Jennifer Lopez og Casper Smart, það er vist eitthvað vesen í sambandunni á þeim? Er Jennifer Lopez? Ég veist þetta. Hún með svona toyboy. Toyboy sem heitir Casper Smart. Já. Það er nú bara eitthvað nafn sem hún hefur örgulega skýrt hann. Hann heitir örgulega eitthvað annað. Hann er eitthvað 15 árum yngri held ég en eitthvað dansari. Casper Smart. Og það er vist eitthvað vesen í sambandinu núna. En við vonum bara það besta, það er ekki? Frábært. Ekkert Miley Cyrus? Ekkert Miley Cyrus eins og kallar hann um daginn. Ég er búinn að kíkja þess á hana. Já.
Ég var með gríðarlega fordóma gagnvart henni. Þú ert oft með það áður en að þú kynnist fólki, ekki það að þú sett búin að kynnast Miley Cyrus held ég? Nei, ég dæmdi hana fyrirfram sem fá þetta. Núna öldin önnur, kallið minn. Nú, ertu komin í aðdáendaklúbb Miley Cyrus? Það liggur við, sko. Veist það, ég ekki frá því að þetta flott stelpa. Ég sá þetta myndband sem allir að missa sig yfir. Mér finnst það bara flott. Já, það? Mér finnst það hálf kjánalegt bara. Já, hún í sleikust, hún að kissa einhverja sleggju og setur allsbyrðangur í kúlu, skilur við. Þvílík markasetning. Já, ég menn þetta virkar. 200 miljón manns búin að horfa á það. Já, og það líka, þetta ekkert gert í einhverjum fíblaskap. Þetta ógeðslegt. Og lagið, Wrecking Ball. Já, það bara mjög, það var einn áðan. Það finnst mér ekki lélegt. Það bara mjög flott lag. Já, og það sko, ég hrættu við að segja svona í útvarpi, sko, af því að ég geti fengið þetta í andlitið. Frá vinum mínum og öllum. En ég ætla að standa og falla með Miley Cyrus. Það bara þannig. Svo held ég líka að við tveir síðan þeir síðustu sem getur fara að dæma fólk að vera allsbertur fram að kameru. That kills me, makes me feel alive. The thing that drowns me, makes me want. That kills me, makes me feel. Næstmennast lagið á FM þessa dagana og fínasta lag hér á ferð. En það styttist í sturla staðreyndir og fleira hér í FM 95 blöð en við ætlum hins vegar núna Sveppi að ræða, silfrið. Já, silfrið góða sem að strákarnir unna á Ólympíuleikunum 2006. Já, en það var eitthvað sem ákvað að selja sitt. Já, við vorum að lesa þetta og það voru nú ekkert margir sem að fengu medalju. Nei, það voru sem sagt bara leikmenn sem fengu medalju. Já, einhver sagði mér að sko Gummi fekk ekki með þess að. Nei. Held ég ekki sko. Nákvæmlega. Já, það kemur ljós. Já. Sko, þannig að það einhver innan liðsins sem að hefur selt hana. Já. Og það var eitthvað verð á þessu. Það verður að tala 2 milljónir hérna. Hvorki með henni minna. Og það hljóta flestir á Íslandi að vera að velta fyrir sér núna hver seldi medaljuna. Já. En ég held að sá einstaklingu mun aldrei koma fram. Nei, mig grunna tvo, strax. Grunna þig? Er það sömu þeir og ég grunna? Nei, samt, ég held að myndi aldrei gera það. Hver er grunna þig? Breiðholtið, maður. Breiðholtið? Hver er Breiðholtinu? Ditti, maður. Heldur að... Ingimundar. Heldur að varna dröllið að vera að selja medaljuna sinna? Við ólumstum í Breiðholti. Já, þið voruð saman í handboltanum? Við vorum saman í boltanum í gamla. Og Stulli. Sturla Ásgeis. Já, við erum straight from the hood. Heldur að Stulli eða Ditti hafi selt? Það hlýtur bara að vera, sko. Já. Það er allt gjaldmiðill í Breiðholti. Ég fór að hugsa svona hverjir eru klikkaðir í landsliðinu. Já, Logi Geirs, Fúsi. En ég trúi ekki að myndi selja hana samt. Fúsi? Já, kannski að vera að kaupa sér eitthvað sportbíl eða eitthvað. Já, eða Logi. Já, Logi, maður veit ekki. En eigum við ekki bara að syngja í... Syngja Ditta. Syngja Ditta, landsliðsmann. Spurjum hann út í þetta. Já, ég meina þig grunar hann. Já, kallið minn. Og við skulum bara sjá hvort að Ditti hafi verið að selja silfrið sitt, maður sjá. Er þetta ekki númerið að senna það? Já, sínlega þetta var. Sjökkum við þetta á hann. Já. Ditti, blessaði Sveppi hérna. Blessaði Sveppi. Hvað segir þú? Ég sé alltaf við bara. Heyrðu? Já. Hvað fékkstu fyrir medaljuna? Hvað segir þið? Hvað fékkstu fyrir medaljuna? Ég fekk bara í neitt. Við vorum að ræða þetta við Öddi, sko. Ég var alveg harður á því að það var einhver úr Breiðholtinu sem hefði reynd að selja hana. Nei. Þú lofa með því að það varst ekki þú allavega. Það er allavega ekki ég. Það er samt að koma einhverju sögur um að þú sért komin í glæniðan liði eitthvað? Rándýran. Nei. Það er ekki þannig. Ég er ekki svo gott. En hvað og þetta er ekki Stulli, heldur það nokkuð? Nei, ég hef bara ekki trú, ég hef ekki trú á eitthvað sem selja þetta. Þetta er bara einhver auglýsingabrella. Það gæti verið. Reyndar er mér alveg sama og einhverju hef gert þetta. Ég vil bara, ég vil klera Breiðholtið, sko. Já, það er klér. Það er klér. Er einhver líklegur en annar Ditti að hafa selt medaljuna? Nei. Nei? Ég get ekki sagt það. Jú, segðu okkur, það hlýtur að vera einhver í landsliðinu sem er algjör fáviti. Ég tel að ég bara líklega þetta sé eitthvað bull. Þetta er bara eitthvað svona PR. Það er bara að vera að fá okkur heimsóknir í þessa búð þannig. Ég vissi nú ekki að vera til fyrir en að allt hérna fórum að selja Ólympíumedalju. Já, nákvæmlega, það getur verið eitthvað svoleiðis, sko. Já, ég er handviss um það. En ég svo líka svo nefnilega, sko, oft er þetta nú,
Sko, ég meina Gummi búinn að skrifa undir á Danmörku, getur hann ekki vilja að losa sig við? Hann fekk ekki medalíu. Nú, hann fekk ekki medalíu? Já, það er ekki. Nó. Það var ekki hans ræð, það voru bara leikmenn sem fengu medalíu, sko. Nó. Ég mitt held þetta hefði kannski verið bara eitthvað sjúkraþjálfari eða eitthvað, en þannig að ef það er medalíu hana, þá er það frá leikmanni, sko. En það er ekki Diddi. Nei. Það er ekki Diddi og Stulli, þá er mér slétt sama, sko. Þá er ég sáttur. En gæturðu sett verð á medalíuna hennar, Diddi? Nei. Þú myndi að hugsa þetta í morgun, ég geta ekki. Þú myndir ekki selja hann á 50 milljónir? Þetta er ómetanlegt. Já. Þetta er ómetanlegt. Það er hárið að tjáða þetta. Og hvað þá fyrir 2 milljónir? Fór hún á 2? Já, það verður að tala um það. Skilst það, já. Vá, maður, ég myndi selja hann á 2. Nei, jú. En finnst þið svona líklegt að þetta fór nú bara eitthvað í fjölmiðlunni í gær? Það takir bara 12 tíma að selja svona hlut á 2 milljónir. Nei, það er svo annar mál. En ég menna, hann getur ekki verið að ljúga, hann lítur að vera með medalíuna þarna niðrá. Er ekki búin að selja það? Já, menna það fekk aldrei neitt að sjá hann, þetta sé bara lygi. Þetta er bara einhver ölsingar. Já, þetta er eitthvað svoleið, sko. Við vonum það allavega. Og vákvæði gaman að hafa keypt hann á 2 milljónir og eiga einhverja medalíu sem einhver annar átti. Já. Það er glatt. Akkur eiga silfur medalíu sem vannst ekki einu sinni sjálfur. Já. Það er svo að kaupa sér byggar bara og árita bara bestur í heimi. Þá eru við allar búin að klira, það var ekki Breiðholti. Ég reynda að held að væri annarkvæmt Logi eða Fúsi. Já. Nei, ég er ekki trúið. Nei. Það er gott. Ok. Er þið búin að heyri það? Nei, við erum ekki búin að hlera, við ákvæðum að ringja bara beint í Breiðholti. Beint í Breiðholti. Hefur gaman að heyri þetta. Ok, bye. Sko, það gæti verið svolítið til í þessu á þetta. Það hafi enginn selt hann. Nei. Þetta sé bara einhver lí. Já. Mikið óbáslega vona ég það. Já, þetta er náttúrulega út í hött, sko. Þetta er alveg glata. Ég fór bara strax að hugsa, sko, hvar er allir velunarpeningarnir mínir? Já, ég er búinn að selja alla mína reyndar. Já. Ég var að selja núna bara í morgun, sko, ástundund og framfærir í 3. flokki. Þetta var, hann Diddi, landsliðsmaður, hann á ennþá medalíuna sína og við vonum að það eigi nú allir ennþá medalíuna sína. Já, ég held að það sé þannig. Þetta er Bruno Mars með lagið Gorilla, Making Love Like Gorillas. Það er ekkert annað. Svo það, kynlíf í gangi hjá Bruno Mars. Það er Gunnar sko að elska skórilurnar. Já, það er ekkert verið að spara þar. En það er hins vegar komið að sturglum staðrendum hér í FM 95 Blö. Og ég er með 10 staðrendir eins og alltaf. Erst þú tilbúin, Sveppi? Já. Hættus. Ég er til í þetta! Já. Íslanda HM, sturlaða staðreyndir! Íslanda HM, það væri reynda rosalegt. En já, ég er með 10 og... 10 stullar. Vonandi eru þau öll spennt að nóti. Þau eru kannski ekkert að vera að skýta á okkur spennu, en allavega, pínu spennt. Já. Hér kemur fyrsta. KKK er LOL í Kóreu. Það er ykkur að skrifa Laughing Out Loud, eða LOL, og skrifa KKK. Það myndi eins og er ekki virka í Bandaríkjunum. Þetta er fyndið. Já, þetta er ekki bara fyndið, heldur sturlu staðrend líka. Já, þetta er gott. Svo er það hér, í kringum 1900 var engin hægri og vinstri skór. Það voru bara 2 alveg skór. Já. Þetta er svolítið skemmtilegt. Gast ekki að fara í krumma. Nei, töff. Bara 2 alveg eins. Ég verði til að máta svolítið skó í dag, ætla að sé hrikalega vont eða. Þetta er bara svo að fara í froskalappir eitthvað? Það er enda góða punktur. Það er ekkert vinstur og hægri þar. Nei. Ertu mikið í froskalöpum? Já, ekki, nema bara þegar ég er að synda. Já, nákvæmlega. Svo var það hérna. Já, menn sem pirra sig mikið á fáránlegustu hlutum þrá meiri ást í líf sitt. Já. Þannig að það, ég hugsaði strax til þín. Já. Þú pirraði á ótrúlegustu hlutum og alveg fáránlegustu hlutum. Já. Hvað, er ekki nú ást í lífinu það? Er þetta rétt að sturlunum staðrendum? Ég held að það væri nú ágætist nógu mikil ást í mínu lífi. Vilt meiri? Kannski þarftu bara svona rosalega mikil ást. Já. En þú átt annafnilega til að pirra það alveg ótrúlegustu hlutum. Já, það þarf ekkert mikið til að ég veri svona, ekki byggt pirraður, bara svona, hvað er, veist, hvað er að pirraður? Hvað er að þér? Það er málið. Hvað er þú sér búin að spyrja mátti gengum tíðina, hvað sé að mér? Já, mjög oft. Og bara, ég spyr oft menn af þessu. Hvað er að þér? Hvernig er ekki sama? Hvernig er ekki til það? Það er alltaf samum allt.
Svo hérna, að hlæja 30 mínútur brennir jafn mikið af kaloríum og að hlaupa í korter. Það er mjög hollt að hlæja. Bara ástu í bullandi brenn, það er ekki það hver hlægir samfleitt í 30 mínútur, svo hvað er það bara finnast þáttur sem þú séð? Ég ætla að herðu. Það er bara astnalegt að hlæja í meir en 20 sekundur? Já, maður hlægir, maður er kannski alveg náð mínúti einhvern tímann. Ekki stað, jú, bara hversu gaman er að hlæja, þar til maður fer að gráta. Það er eitthvað besta tilfinning sem maður fær. Já, að grenja hlátri. Það er ógeðislega. Og ég elska líka þegar maður hlægir svo mikið, þegar þú hlærið og þú mátt ekki hlæja. Já, það er best. Þú getur ekki haldið í þér, það er eitthvað svo fallegt það. Svo, en allavega aðvitið það, að hlæja, þá er það brenna í leiðinni. Já. Svo er hér, 10% af öllum ljósmyndum sem hafa verið teknar frá upphafi voru teknar 2012. Já, þessi við komum áður hér. Já, næstum bara svo mögnu. Já, ég sammála þessu, ég hugsaði þetta. Já. Það er allt þetta Instagram og Snapchat og alltaf myndir sem eru teknar á síma. Snjallsímandi með þér og iPadanir og þetta. Vá, maður, ógeðslega mikið. Þetta er náttúrulega rosalega mikið, sko. Á einu ári. Já. Hérna kemur ein mögnu sem hefur ekki komið áður og já, ég hef allavega, hafði gaman að þessi. Michael Jackson er búinn að þéna yfir $1 miljard síðan hann lést. Og það er meira heldur en nokkur annar listamaður og þó að 2 til 3 séu teknir saman. Það er ekki smá peningur. Vá, ógeðslega leiðildur dáinn. Já, en hann var ekki að þéna svona mikið þegar hann var á lífi. Því miður, sko. Það er legacy í hann sem að, það er svo fólk hafi verið meira svona til að fyrirgefa honum eftir hann kvaddi og fór að hugsa bara góðu stundunar. Já, en hverju fá peningin? Það eru krakkarnir hans og mammans. Og mammans? Já, ég horfði mitt á sérstaklega 60 Minutes þátt Jackson og hann sem sagt, börnin hans og mammans fá allt. Enginn hans. Ég er nefnilega hlakka til þegar að foreldrar mín í degja, sko. Þá fæ ég svo mikið. Það er náttúrulega moldrík. Og það sem er líka gott í foreldrarna þína, þau eftir að þéna líka eftir að degja. Nei, sko, málið það er það nákvæmlega það sem maður á að gera eins og pappi og mamma er að gera. Þau, sko, að því að ef þau degja, þá sitt ég bara uppi með, skilu, að því að þau er ekki neitt, skilur þau? Þannig að ég vill ekki að þau degi, skilur þau? Já, það er miklu betra. Þannig að ég vil halda þeim lífinu, eins lengi og ég get. Þannig á maður að koma, ársinni fyrir borð. En heldur að sé einhverju sem að vilja að því að foreldrar sinni eiga svo mikið pening? Nei, trúið ekki. Það reyndar það nú ansi mikið á auðmikið mann úti. Það er, nei. En svo er ég. Þetta var því að pappi er að hlusta, sko. Já, karlmenn vilja oftar kúra en konur. Nei, þetta fannst mér frekar óvænt staðrind. En þetta er alltaf samkvæmt sturglum staðrindum. Mér finnst að ég er ekki alveg að köpa þetta. Þú ert reynda svona pínu kúrudýrið, ekki? Mér finnst gaman að kúra með tippinu. Ég held reyndar af öllum í FM 95 blöð, hver myndir halda að vera mest að kúrudýri? Er það ekki bara gefið? Kúrudýrið? Já, hver heldur að vilja mest kúra í FM 95 blöð? Pétur? Já, það ekki. Ekki 100% Pétur Jóhann. Herra, svo kemur hérna næsta. Já. Það geta vaxið hotn á fólk. Það er styrlu starrend. Og eitthvað sem ég var alveg til að sleppa við. Nei, töffa fyrir með hotn, maður. Nei, ég kemur, þetta er ekkert hvað heldur að koma bara svona ógeðslega flott hotn eins og nauturum eða eitthvað svoleiðis eða bara eins og setja í bíómyndum eða eitthvað. Þetta er bara eitthvað svona viðbjóð sem kemur bara hérna, svona einhverja kúlu bara hérna upp úr. Djöfullin. Þú myndir aldrei fá svoleiðis hotn, þetta er bara svona bungur sem koma hérna upp, fattar þau? Það kom ekkert svona einhver flott hotn. Nú, hvernig veistu? Ég veit ekki, en ég myndi halda það. Þú gefur þér að hotnin eru ljót. Já, ég heldur þetta er flott. Nei, ég veit ekki. Nei? Ég væri til að vera með hotn. Já, það er stórskrítinn einstaklingur. Bara veist það gaman að prófa það. Humrar pissa hvern annan þegar þeir eru orðnir góðir vinnir. Ertu að meina? Þegar humrar pissa annan humar, það þýðir hann treystir honum. Þetta er fallegast sem ég heilt. Þetta er náttúrulega æðislega staðrind. Þetta er geðvitt. Hvað er þetta að gera? Þú er bara svo góðið vinnu minn. Mér finnst að við ættum að taka þetta upp. Mannfólki? Já. Já. Það er mikið tröst í því þá. Já. Það pissa. Svo það eru 2 eftir. Já. Sólin er hvít. Sæl. Þetta vissir ekki? Nei. Þetta ég held að við fáir vita þetta. Þetta er sturglu staðrind. En ertu vissum þetta? Sólin er hvít. Hvernig viss? Sturgla staðrindu sögðu mér það. Já, þú ert bara með eitthvað að skrifa blað, þú veist. Já, ekki prófa að googla það. Svo er það ef þú skrifar örgulega Google what color is the sun, þá kemur örgulega yellow samt. Yellow, það er náttúrulega, yellow það er bara, veist, þetta er bara eldnöttur. Já.
Og hvernig, já, ok. Þú er aldrei komið á sóluna, það? Nei, ekki lengi. Svo síðasta sturlaða staðurinn dagsins. Já. Það er gerð klámmynd á 39 mínútna fresti. 39 mínútna fresti? Já, svo stór klámið innaður norðin. Það er búið að gera, sko, eftir smástundu þá er búið að gera 2 klámyndur síðan við byrjuðum þáttinn. Vá. Eiginlega ógeðslegt. Já, það er svolítið skeri. Svolítið mikið. En þetta voru sturlaða staðrendir þennan þriðjudaginn. Ég þarf nú eiginlega ekkert að spyrja hver var þín uppáhalds, er það ekki með humrana? Þetta voru mjög góða sturlaða staðrendir. Já, Jackson líka og sólin er hvít og... Já, og KKK í staðan fyrir LOL í kóru. Mjög fyndið. Það voru mjög góðar í dag. Já, þetta var mjög, ég hef verið til að ræða þetta bara í allan dag, sko. En hér kemur önnur sturluð staðrend. Þetta er Íslendingur. Hann heitir Steinar og lagið er upp og er virkilega flott. Take it away, Steini. Riðlinum í umspilið fyrir heimsmeistarakeppninni í fótbolta. Hverja getum við fengið? Við getum fengið Portugal, Grikkland, Svíþjóð og Króatíu. Það myndi henta Íslendingum best að fá Svíja eða Grikki ef við komumst áfram. Ég væri til í Svíjana. Já, það væri nefnilega, held ég pínu, sko, Svíjarnir er hreikalega góð, náttúrulega með Zlatan og fullt af góða leikmönnum. Já, bara gaman. Já, en Lagerbakki náttúrulega þekkir þá vel, búin að þjálfa það og ég held að það myndi alveg henda okkur. En ég hugsa að væri skást að fá Grikki. Já. En við Sveppi verðum með mitt hér til 5:30 í dag út af landsleiknum. Við ætlum að bruna heim sjálfur að horfa á hann. Við ætlum nú að hringja til Noregs eftir og tjekka stemmingunni. Já, Styrmir vinnu minn sem er í 12, hann er einmitt úti. Við ætlum að heyri í honum eftir smástund og böggana hans. Láta eins og sem var að tala við hann landsleikin, en ætlum bara að böggana hans og Liverpool því hann er grjótharður púllari. En við veist í hvað myndið þetta er? Ég sjá þetta inn á Twitter. Hvað? Hvað myndið er? Já, veist í hvað myndið þetta er? I'm ready for the big ride, baby. I'm ready for the big ride, baby. Öskraði þetta. Er þetta í Face Off? Rétt. Yeah! Nicolas Cage. Ég veit það er góður. Förum í auglýsingar og höldum svo áfram. Þú ert ekki út í kuldanum á bensinstöðum Shell. Njóttu blíðunar inni á meðan starfsmæður á plani tjekkar á olíu, rúðuvökva, rúðuþurrkum og fyllir á tankinn en þú greiðir sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Á Subway.is finnur þú næringargildi allra rétta okkar á matseðli. Þinn bátur, þín heilsa. Subway, eins og þú vilt hafa. Þú færð fyrir partíið og eftir partíið í 10.11, Hagkaup og N1. Be OK. Ávallt síðasti sopinn. Noregur Ísland í beinni og 5 Karlsberg í fötu á 1500 kall. Players, Búðarkór Kópavogi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistastöðin FM. FM 95 Blö á FM 957. Það er Rutti og Sveppi með eitthvað þennan þriðjudaginn og eins og við hefum komið áður inn á í þættinum í dag. Það gengur allt út á landsleikin í kvöld. Já, bara landsleikin á eftir, svona meira. Hann er að byrja, menn eru að farnir að hitta upp. Já, það styttist í þetta og við erum vel stressaðir við Sveppi, eins og öll þjóðin. Og já, ég veit einn mann sem eru líka vel stressaðir og það er góðu vinur minn, hann Styrmir Gíslason. Já, Styrmir Gíslason er félaginn frá Sauðárkróki. Já. Og hann er sko rambar alveg á barmi. Hann heldur svo mikið með Íslandi að það er vandræðilegt. Hann er tæpur, það liggur við hann sé tæpur, en hann er bara svo mikið fótboltaunnandi, hann er rosalegu púlari. Já, hann er harður púlari eins og ég. Þú ert ekkert púlari, Sveppi. Jú, núna. Og ég hef nú böggað hann áður í sem þætti þegar Manchester United vann Liverpool í fyrra og hann skellt á mig og er svona, og hann er, heldur ekki minna upp á íslenska landsliði. Hann er í 12-unni. Hann er stofnandi 12-unnar. Hann er stofnandi 12-unnar. Og 12 er stuðningsmannalið Íslands. Já. Sem hittist á Ölveri, mála sér bláa og hvíta og rauða, drekka bjór og hlaupa á völlin. Og eru með geðveiska stemmingu og eru búin að setja líka bara stemmingun á Laugardalsvelli á annan plan. Við verðum að gefa þeim það. Já, en þú veit, við erum samt alltaf bara að horfa á fótbolta, sko. Já, það er bara miklu skemmtilegra þegar það er stemming. Þetta á ekki að vera leikhús, þú ætti að vera á leikhús að láta heyri þér og... Já, ég veit það, en þú veist, ég hef aldrei málað mig í framann fyrir fótboltaleik. Nei, þú þarf ekkert að mála þig þú farir og látir heyri í þér, sko. Nei. En hann
hann stattur í Noregi núna. Já. Og ég sendi honum SMS á hann, sagði við hann, herru, það alltaf verið að vittlust á Íslandi út af leiknum í kvöld, megum við Sveppi heyri í þér. En það sem við Sveppinum að spáði gera að ringja til Noregs, tala við hann heldur náttúrulega sem að fara að tala við hann um landsleikin, en við ætlum ekki að ræða landsleikin við hann. Nei, við ætlum að tala slæmt gengi Liverpool síðustu ára. Já, þeir náttúrulega Liverpool eru góðir núna. Já, þeir eru á rönni. Og það, ef það einhverju púlar að út að hlusta á það, Jesús ekki fara að bögga ykkur á sig, því við erum bara að bögga hann. Þetta til að stríða honum og ég ætla svona, tala við að það sé gaman fyrir hann að fá svona stórleik og það hafi ekki verið margir hjá honum upp á síkasti og eitthvað svona. Já, bara verið með leiðindi. Sjá hvernig tekur því ég veit að hann sko örugglega komin á 3. bjór, ef ekki 4. Já, og við erum fílít spenntur. Já, vel peppaður fyrir leik. Og nennir ekki að tala við þig gengi Liverpool síðustu ára. Nei, þannig að við skulum bara hringja hérna í Styrmir sem eins og ég sagði stofnandi 12 og í Noregi, maður sjá. Ótrúlega manneskjarn á ferðinni. Það Styrmir Gíslason? Hvað væru? Það Styrmir? Sætlunu, þetta Auti hérna, þú ert í beinni útsendingu hjá FM 95 Blöð. Sveppi hérna? Sætlunu, það þú líka. Hvað segirðu maður? Ég drullu góð. Ekki? Jó. Hvar eru þið? Við erum á Hörgens bar. Auðvita. Oslo. Maður fer alltaf þangað þegar maður fer til Oslo. Já, við endum alltaf þarna, þetta bara frábært. Hörgens bar í Oslo. Jep. Ekki virkilega gaman fyrir strák eins og þig Styrmir að komast á leik út í Evrópu? Jó, það bara fínt sko. Það ekki? Jó. Kallinn búinn að skvetti sem okkur kvöldum? Ég skvætti mig í gær og skvætti mig aftur þegar ég vaknaði í morgun og svo bara skvætti ég ykkur eitthvað fram eftir degi. En það lítur að vera rosalega gaman fyrir þig að geta farið á svona stórleik eða leik sem skiptir máli. Já, bara, gefðu þig. Það ekki? Ertu vanur því að horfa á leiki sem skiptir máli? Já, ég meina, ég náttúrulega Tindastólsmaður, þannig að það eru ímislegt gæst í Tindastólleikjum árin sem hafa verið gaman. Við unnum KR einu sinni, ég man eftir því. En það er hérna líka svona fyrir þig sem púllara, þá er nú ekkert oss sem þú getur farið, já, svona fyrir utan landsteina Englands að sjá leiki í Evrópu? Já, nei, já. Ég satt bara á Liverpool-leik, sko, það var mjög gaman. Það var það í Englandi? Já, ég fór á Goodison Park og horfði á Liverpool vinna Everton í fyrra, það var mjög gaman. Já, en hvað hérna, þetta svona fyrir þig Styrmir sem fótboltaunnanda, er ekki gaman að geta hort á fótboltaleik sem að actually skiptir rosalega máli? Jó, ég er reyndar mjög ofta að gera það, sko. Nei, þá er ég að tala eitthvað sem skiptir alvöru máli, Styrmir. Já, ég er að segja það. Ég gerir það náttúrulega oft, bæði með Íslandi og síðast en ekki síðast Liverpool, þannig að... En þú hefur nú ekki hort á leik með Liverpool í langan tíma sem skiptir svona miklu máli? Já, nei, ekki sem skiptir svona miklu máli, en ég hef alveg hort á marga skemmtilega Liverpool-leiki, sko. Já, en þið eru ekki Evrópukeppnin núna, Liverpool, eða? Öndi, er það grínast það? Er það ekki að hýkja, þú veist, það er landsleikur á eftir, sko? Já, en ég er að segja, þið eru ekki Evrópukeppninu núna? Nei. Ég verður vonandi á ári. Já, en svona, þannig að það er ekki gaman þá að vera í Noregi og horfa á Evrópuleik? Ég veit eftir það að skæða það. Það er mjög fínt að vera hérna á íslenska landslið í fótbolta og það lakar til að fara og horfa á Liverpool einhvern veginn líka. Alveg ótrúlandi karakter maður, í alvöru ég er alltaf að spá í því af hverju eru við ennþá vinir. Það er mjög spáið. Þegar ég veist á kottan og kvöldinu og ég segi why the fuck? Allt eru kynntist þessu helvítis fíbli. Þú ert svo mikið fíbl, það er ótrúlegt. Hvað eru margir Íslendingar á það? Við erum allavega 1000 eða ekki fleiri, sko. Ég held að sé 2000 miðar taldið til Íslendinga, þannig að við erum að fara að eiga Úlfal á eftir. Já, það verður spennandi að hlusta það. Já, ég er alltaf að vikta svo minni, það var reyndar að Gaurinn Stafahaldarinn er alveg típiskur kassalagaði norsari, sko, bara bann okkur að vera með trommur og of mikið læti inn á staðnum. Já, ok. Hann er mjög vinsall, right about now. Joey Drummer spilaði bara bastar á trommum eftir að hann sagði þetta. Normenn eru náttúrulega í grunninn algjöru vitleysingar, held ég. Já, þeir stoppuðu með einmitt hérna með bjór á þann. Já, það er náttúrulega agalegt. Og banni að vera ekki að drekka þetta svona almanna færi. Hvað kostar bjórinn? Shit.
Það er best að Eyrún, kona mín, viti það bara ekkert. Mikið, sko. Er ekki svolítið dýrt að vera á það? Ég er bara öregi og ég kom í gær, sko. Þú veist, it's totally worth it. Ertu komin að svopafyllir í stimmi? Ég er pínuð þannig, ég er fann að hangast með fólki sem ég þekki ekki neitt af því að það stiður Ísland. Það er eitt sopa. Já, tekur svona sopa, það verður stemmingu eftir. Glugg, glugg, glugg. Nákvæmlega, það er bara akkurat það sem ég er farin að gera núna. Herðu, en góða skemmtun á leiknum, gamli. Takk, vinur. Það var gott. Það er líka Liverpool og krassa með aðeins niður í, Þið eru á góðu rönni núna. Já, við erum reyndar top of the league, my friend. Já, kallið minn. Það er Arsenal. Já. Og Stimmi? Extremely close to the top of the league. Þú mátt segja til hamingju við mig að því að ég er Liverpool-maður í dag. Nei! Vel kjært, við sjáum allir ljósi á endanum. Já, það er málið, sko. Nákvæmlega, ég vissi að maður koma yfir strax og Eiður hætti í Chelsea þá vissi að hún myndi koma yfir ljósi. Alveg eins og herfóringi. Styrmi skemmtur í Evrópu, þú er ekki gett gert það í nokkur ár. Bye. Já, þetta var Styrmir Gíslason, stofnandi 12-unar og ég heyrðist að vera búinn að fá sér 2-3 þarna kallinn. Já, hann var nú búinn að pína í sig nokkrum. En það skiljanlegt klukkutími í leik og hann er vel peppaður. Ég náði nú ekkert að bögga hann á Liverpool, hann er það spenntið fyrir leiknum. Hún var drullu sama, sko. Já, hverjum er ekki drullu sama eitthvað Liverpool eða Manchester United bögg þegar út stattur í Noregi að fara á mikilvægasta landsleik Íslands frá upphafi. Hann er að byrja til klukkara, rúmlega. Já, þetta er bara svona, ég öfunda. Það er ekkert skemmtilegra heldur en að fara eins og þegar þú fer að sjá íslenska handboltalandslið keppa. Það er æðisleg stemming svona fyrir leiki. Já, það er svona spenna þegar það er eitthvað að vinna. Já, öfunda alla sem er í Noregi en við skulum fá hér mann sem er ekki í Noregi. Hann heitir Justin Timberlake. Já. Þetta er Justin Timberlake með TKO. Sveppi, veistu hvað TKO þýðir? TKO? Já. Timberlake Knockout. Já, ok, knockout er rétt, en veistu hvað TKO þýðir í boxi? TKO, Technical Knockout. Það er hár rétt hjá þér, þú ert snillingur og hefur alltaf verið. Þú ert alltaf að spyrja mig eitthvað, ég veit allt. Þú ert besti vinnur. En byrjunarliðin eru komin og það er óbreytt lið hjá Íslandi. Óbreytt? Já, það er sama lið og byrjaði leikinn hér á Laugardalsvelli. Hannes í markinu, Kári og Raggi í vörðinni, bakverðir Ari Freyr og Birkir Már, Aron og Gylfi á miðinni, Birkir Bjarna og Jói Berg á kantonum og Eiður Smári og Kolbeinn Sigþórsson frammi. Af hverju verið að breyta vinningsformúlu? Hárið rétt hjá þér. Þetta var svona eiginlega gefið eina sem er búið að vera kannski tæft bæði fyrir þennan leik og síðasta er hvort að Eiður Smári eða Alfreð Finnboga byrja frammi. Já, það er mennir að velta því fyrir sér. Það er náttúrulega alveg ótrúlegt að vera með markahæsta leikmann Evrópu og markahæsta leikmann Hollands á bekknum. Það hefur ekki gerst áður hjá íslensku landsliði, ég get lofaði því. Hver er markahæstur í Hollandi? Alfreð Finnboga. En hennu? Í Evrópu, ég held að hann sé bara eins og markahæst í Evrópu í dag. Nú er hann? Já. Er hann að standa sig svona vel? Hann er hrikalega góður. Í hvað leið er hann? Hann er með Heerenveen í Hollandi. Heerenveen? Já. Já, ég meina Marco van Basten er að þjálfa hann. Það? Við sem myndir náðu þar. En það er líka, það er sterkt að eiga svoleiðis manna á bekknum sem getur komið feskur inn. Gutti er svona þægilegri í rólegri byrjun á leiknum. Já, hann er svona heldur ákveðni ró. Já. Yfirvegaður. Hann er mjög yfirvegaður. Hókina reynslu. Hann má eiga það neður, hann er nú ekki æstur einstaklingur. Hann fer ekki mikið fyrir því. Nei, en hvernig spáir leiknum, Sveppi? Já, 2-0 fyrir Noregi. Þú hætti ekki að segja þetta í byrjunáttíð. Ég var bara að gleyma og sagði þetta í byrjun þáttar. Nei, ég held að þetta fari 4-3 fyrir Íslandi. Það var strax skemmtilegur leikur. Já. Við kynna það. 4-3 fyrir Íslandi. Já. Og öll mörkin komið í seinni hálfleik. Það er ekkert annað. FM 957 og Uno við Ingólfstorg bjóða þér og þínum í föstudagshitting. Þetta er mjög einfalt. Komdu núna inn á fm957.is og skráðu fyrirtæki þitt eða vinahópinn, alltaf 10 manns og þeir eru komin í pottinn. Heiðar Austmann dregur út flottan hóp fyrir hádegi alla föstudaga og ef þú ert heppinn, þá ert á leiðinni með hópinn þinn í létta rétti og drykk á Uno. Slakað á eftir erfiða viku með vinnufélögunum, vinkonunum eða vinunum á Uno við Ingólfstorg. FM 957 og Uno gera föstudagana skemmtilegri. Þriðjudagstilboð í skemmtigarðinum Smáralind. Klukkutíminn á aðeins 1000 kall. Skemmtigarðurinn Smáralind. Ótakmarkaða mínútur og SMS óháð kerfi ásamt 1000 megabætum á 4990.
Alterna. Á bensínstöðum Shell færðu núna fulla þjónustu en greiði sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Reykja vodka kynnir. Útgáfutónleikar Vök, 5. 17. október á Kex Hostel. Húsið opnar klukkan 8:30. Miðasala hafin á miði.is. Í dag þriðjudagur. Það þýðir að það þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða síma 58 12345. Arnold Schwarzenegger. Listen to me. These are my tortillas. Live Nation og skapandi viðburður kynna Live and Kickin með Pablo Francisco í Hörpu 24. október. Take that, you nincompoop! Tryggðu þér miða á miði.is. Mucho tráfico! Noreg og Ísland í beinni og 5 Carlsberg í fötu á 1500 kall. Players, Búðarkór Kópavogi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fáðu Spotify Premium í símann þinn með snjallbakka. Síminn, verð í sterkara sambandi. Topp tónlistarstöðin FM. Þetta er lagið Sun Don't Shine. Sólinn skín ekki án þín. Syngur Klanka Russell hér. Klanka maður. What a name. What a name, what a man. Þetta er Sólinn svolítið... skín maður. Já, fyrir mér, hjá mér skín sólinn ekki án þín, Sveipi. Nei, það er bara svoleiðis. Það er bara svoleiðis. Hún er ekki að fara að skína í kvöld, það er sko norðurljós í kvöld. Það fer ekki fram hjá neinum. Ég var inn á Facebookin og það er annað hver maður hérna bara, já, svo ætlum ég að fara á date með koninni að skoða norðurljósin. Þér? Alls konar liðið hérna maður. Já, það var líka allir að posta í gær. Wow, norðurljósin. Nei mitt. Þetta er bara svo þegar snjórin kom í síðustu viku. Wow, snjór. Bara svo það aldrei gerst áður. Svo erum þess að sumir að setja myndir af sinni á Instagram hjá sér. Já. Nefnum að það sást ekkert. Nei. Það var bara myrkur. Já, bara snjór. Bara hvað er aðlið? Hver er að fara? Ert þú að fara á romantísk date í kvöld út af norðurljósunum? Hérna, nú er búið að samþykkja það að slökkva ljósin í ákveðnum hverfum borgarinnar. Já, sem er alveg ágætis hugmynd. Já, bara skemmtilegt sko. En þú veist, við erum fullorðið fólk. Já. Hvað ætlar að gera? Liggja bara í grasinu og horfa á norðurljósin með konunniðinni? Það er eitthvað að því. Já, það er margt rámt. Þú ert svo romantískur maður. Ekki nefnum þú sért að hitta einhverja stelp í fyrsta skipti að fara eitthvað date, skilur við. Já, hvað, hérna er einhverju að fara á date hann á Facebookinu hérna? Já, svona nokkið sem getur að nafngreina, sko. Nú, gáttum við það? Jói, hérna. Jói. Sem var á bílskurinn. Jói K, hérna. Já, ok, er hann að fara á date? Já. Það er ekkert að því, maður. Jó, svo típist að heiður. Þetta er svona ekta heiður Austmannskvöld. Allir bótið til bara horfa á landsleikin. Já, horfa á landsleikin og tæta svo út í náttúruna og horfa á norðurljósin. Hvað er þetta að segja, Heiðar Austmanns í væminn? Nei, þú sagði það. Nei. Ætla á date night í kvöld. Date night? Já, ljósin slögt á 4 svæðum. Það er alls konar. Nei, mér ætla bara að fyndi, skilja, því að norðurljósin er eitthvað sem er bara, fyrir mér, bara eins og bláa lónið. Já. Ég er búinn að prófa það. Já, þannig að þú ert ekkert að fara aftur honni í bláa lónið? Jú, ég meina, það er alltaf gaman í lóninu, sko. Já, ok. Já. Ég meina, ég fyrir oft í sund, skilu, það er gaman. Já. Það er, býttu þér að segja með það að þú sér það mikil töffara, þú getur ekki farið út og hort á norðurljósin í kvöld ef það eru mjög skýr og skær. Nei, ég er ekki að segja að ég sé það mikil töffari að ég geti það ekki. Með skeggið bara og... Já, og sólglerun. Nei, sko, ég er ekki að segja að ég sé það mikil töffari. Ég er bara að segja það, ég er búinn að sjá norðurljósin á hverju einasta ári í 36 ár. Já. Kvöldið í kvöld er ekkert sérstakt fyrir mig. Ég hef verið að tala um að, veist, ástæðan fyrir að hafa verið að ræða þetta er að þau eru svo skýr núna. Það er heiðskýrt og... Já, ég er meira svona, sko, ef ég dett inn á það að vera úti þegar þau eru, þá er það bara svona, hey, cool. Já, þetta er mjög flott. Já, cool. En ég ætla ekki að breyta dagskráni minni. Nei, það er nummer 1 og 3 bara hjá eina plan mitt í kvöld er að horfa á hana landsleik. Já, það er nummer 1, sko. Það væri nú ekkert verra að vinna landsleikin og liggja svo bara í grasinu og horfa á norðurljósin. Já, bara fullkomi kvöld. Það er bara, þú beðir bara ekki mikið meira, sko. Ísland besti heimi. Já, og Ísland að HM. Já. Svo fyrir auðvitað það.
við þurfum að finna eitthvað annað. Sko, íslenski stuðningsmenn eru góðir. Já. Og 12 að standa sér alveg eins og hetja. Já. En við þurfum að kalla eitthvað annað. Hvað meinar? Þú veist, Ísland. Hvað viltu kalla? Eitthvað annað. Ég vil gera eitthvað meira, svona betra. Þeir eru byrjað að syngja lög og svona leikmennina eins og gert í Englandi. Það mjög sniðugt. Það allt stemming. Nú það? Já. Það eru komin lengra. Búin að þess að... Já, 12 búin að uppfæra þetta eins. En það sem það þarf að gera að það þarf að láta alla hína stuðningsmenn landsliðsins á vellinum hafa svona söngbók. Já, en málið líka það, sko, Laugardalsvöllur lélugu völlur fyrir landsleiki. Það út af hlaupabrautinni. Sem alveg skellulegt. Setjum bara og þú þetta að vera með kíki, sko. Það liggur við. Það þyrfti að vera með þjóðarleikvang sem ekki hlaupabraut. Þá ertu nær vellinum og myndast svona meiri gryfja sem væri mjög sterkt. Það vera kannski með 10-15 manna bara gryfju sem væri mjög erfitt að spila í. Já, Laugardalsvöllur, af því að líka bara þegar vera að syngja þjóðsöngin, þá heyrist bara, veist, allir hinum einn í stúkunni eru konið langt á undan. Já, það mjög óþægilegt. Mjög leiðilegt að vera að syngja þjóðsöngin. En við ætlum að fá hér eitt gamalt og gott. Þetta er ekki lagi á leiðinni heim. Nei. En þetta er Eminem. Já, Ditto. Já, þetta var hans bestu. Já. Hér með lagið Stan. Stutt lag. Þetta lag er ekki að miklu uppáldi hjá Rikka G og það er hjá mér. Ég fíla þetta lag í tætlu. Já, þetta er bara líka svo mikil ádel á heiminn. Ég rappari og ég rappa til að gleyma maður. Hann er einmitt mætturinga í stúdíu hann Rikki G því að við Sveppi förum að kveðja bráðum. Við reyndar eftir að fara í lagi á leiðinni heim. Já, lagi á leiðinni heim. Ég valdi það sérstaklega fyrir þig. Já, við kveðjum aðeins fyrir í dag út af landsleiknum, ætlum að brunna. Já, og við ætlum bara að spyrja þig, Rikki G, hvað ætlað þú að bjóða hlustendum FM upp á klukkan 6 í dag sem færða, ok, núna, þú hefur hérna mínútu til að selja öllum Íslendingum af hverju þá sleppa landsleiknum og hlusta þig frá 6 til 7 eða 6 til 8. Topp tónlist! Það er ekki leiði með þér. Já, það er Rikki G, landsleikurinn er í gangi og þið sem eru að hlusta, eða þú sem ert að hlusta. Nei, ég er ekki heimskur, sko. Ég er grein fyrir að fólk vil horfa á landsleikinu. En ég ætla samt að gera mitt allra besta. Já, það er náttúrulega líka að fólk að vinna og svona. Já, við bara hvetjum fólk til að sleppa því að horfa á landsleikin og hlusta á Rikka G. Nei, gamli, hann er að fara að opna fyrir síman og það verður hent út einhverjum borðum og það verður að fara að gefa pets. Það er allir sem eru feitir fyndnir eða? En já, ég er sko reyndar þeir sem að, það er náttúrulega tillið sem að bara fylgist ekkert með fótbolta. Láttu mig þekkja það. Já, og okkur ættu þau ekki vera kannski í vinnunni eða út á landi eða eitthvað, hlusta á King Rikka G. Ég ætla að taka upp hanska með Rikka hérna. Já, gerðu það. Það er bara ekkert mál. Ég hlakka til að heyra sögur á morgun sem eru þannig að... Þurrkaði samt glotti að þér, sko. Fólk sér það ekkert, sko. Ég sé fyrir mig, sko, heyrðu slökku á sjónvarpinu, Rikki G var að opna fyrir síman. Og allir bara, heyrðu býtuð og... Ég sé heilu fjölskyldurna sitja saman fyrir fram að viðtækna. Það ertu leðilegur. Nei, ég er bara leðilegur þá sem ég elska. Já, þú getur huggaðið þar ekki. Það er það sem ég er skemmtileg við þig. Já, en það er hins vegar komið að lokum hjá okkur Sveppa í dag. Við erum eftir að fara í lagi á leiðinni heim. Og Sveppi, mér fannst þú byggjum full rólegt lag sem lagi á leiðinni heim eða ég var alveg hreinskilinn. Já. En þú vildi tengja það við slúðrið það. Já, mér langaði bara svo að hlusta á Bed of Roses. Já, Sveppi bað Bed of Roses með John Bon Jovi sem lagi á leiðinni heim því að, já, Bon Jovi tók sér til helgina og labbaði með brúður, stærsta aðdáanda sínum að altarinu og gaf hana í kirkjunni. Gaf hann í gjöf, maður. Já. Nei, málega það, þú ert nefnilega stundum að missa sjónar á laginu á leiðinni heim. Lagið á leiðinni heim á að vera þannig að geta setið í bílnum. Ég er alltaf með róluleg, en eina bara ég er alltaf með mjög róluleg. Já, en núna er ég bara svo spennt fyrir landsleiknum, það er eina sem ég er að spá. Þannig að kannski Eminem hafi svæft restina af hlustendunum hérna. Já, svo fyrir við annað rólega. Það verður bara að hafa það. Já, svona er bara lífistundum. Þeir eru semst að fara úr hérna Eminem og í Bed of Roses, þetta er samtals hvað, 20 minna lög eða? Já. Herðu, þetta er akkurat tíminn sem tekur mig að keyra heim, þannig ég get hlusta á Bed of Roses úr leiðinni. Það er mjög fínt. En við þökkum kærlega fyrir hlustunina í dag við Sveppi. ætlum að bruna og horfa á landsleiki. Rikki G tekur við okkur hérna klukkan 6 eða ekki? Ég er víst að taka við okkur núna. Menn fá bara frí hérna, langt fyrir hérna
allar aldir. Takk kærlega fyrir það ekki. Þetta eru 20 mínútur sem við erum að svindla hérna. Reyndar lagið í 6 mínútur, þannig að þetta eru bara 14 mínútur. Fekk ég að svindla eitthvað? Nei, held ekki. En þú ætlum náttúrulega vaktir 9. Frábært. Ég reyndi að fá frírendar, það var ekki séns í helvíti, sko. Enginn svona FM-starfsmaður sem veit ekkert fótbolta? Jú, hann Fríkor vitleysingurinn. Hann kom til mín á hann og sagði, spennt fyrir leiknum? Ég já, þetta var náttúrulega svolítið spennandi. Ég reyndi að veit ekkert þetta, sko. Hvernig fegst hann ekki til að taka vaktina? Kannan maður. Því ég held mér þess að hann allir að horfa á landsleiki. Já, reyndar. Það breytir engum, mér þess að Svepp allir að horfa á hann. Já, ekki konuna samt. Nei, hún að fara út úr húsi. Hún ætla bara út að borða. Hún fara út að borða með einhverju vinni sínum. Hún á eftir að sitja ein á veitingastanum. Já, með vinni sínum. Með við, býttu nú við. Hún með viðhald. Það með tippi? Jeps. Ok, og ekkert ættingi eða nettinni? Nei. Og hérna, hann horfður ekki á fótbolta? Nei. Það varst ekki á hann heilar ágjur. Þetta þannig, vinur, takk fyrir hlustuna. Heyrumst á morgun, þá verðum við Pétur Jó.